Velkomin á Hönnunarkeppni Samfés 2026. Í dag eru krakkar alls staðar á landinu búin að vinna hart að í kannski nokkra mánuði að búa til fullkomna búning fyrir þemað tíma af hinnar Viktoríu. Í dag verður afhent 6 verðlaun fyrir fyrsta, annað, þriðja sæti, bestu hárgreiðsluna, förðunina og bókina sem hafði kannski skoðað hér fyrir aftan. Í dag höfum við dómnefnd hana Kristínu Gunnarsdóttur, hárgreiðslusvein. Ég gott það. Svo næst höfum við hana Valentínu, fatahönnu. Svo seinast en ekki síst Kristín Dóru, myndlistakonu. Þannig ég segi bara, skemmtu ykkur eðlilega vel og sjáðu hversu krakkar búin að vinna hart að.
Fyrst upp á svið Alda. Hönnunin tekur mikið innblástur úr sorgari fatna tímabilsins, tandbíkei, tísku og spiritismu. Litirnir merkja allir eitthvað. Blár merkir sorg, hvítur merkir líf og svartur dauða. Efnin koma flestum efnisveitum skólans, fataskiptum, einhver sem við áttum fyrir það og second hand búðum. Arnardalur A. Viktoríu tímabili er skipt í fjórar Viktoríu breytingar og því ákváðum við að gera okkar eigin eftirlíkingu af brúðarkjólnum hennar en með smá breytingu. Hönnunin okkar er falleg, konungsleg og passar fullkomlega við þemað í ár. Arnardalur B. Hönnunin okkar er innblásin glæsileika, fágun og verndi. Við dróðum mikið af græna litnum í hönnuninni og nýttum hann sem grunnstoð í kjólnum. Munstur og gift yfirbragð veita síðan þá dýpt sem fær okkur í tíma Viktoríu. Hárgreiðsla og förðun heldur ljósum tónum sem passar vel við liti kjólsins. Við fengum hugmyndina að kjólnum frá Viktoríu tímanum og leituðum innblástur á netinu. Kjóllinn er handsaumaður í emerald grænum og ljósum ferskulit með ljósi. Kremið er undirtón sem gefur honum ríkulegan draumkennda áferð. Dranginn. Flíkin er unnin úr endurnýttu efni þar sem efri parturinn er gamalt korsilett, saumað saman við blússu og skreytt með efni úr gömlum dúkum. Dagblöð eru límd á yfirborð og vísa til Viktoríu tímabilsins. Gullalda dagblöð. Pilsir og skeggir eru endurnýttu í gardínum, slaufar úr dagblöð og skórnir í uppgerðir leðurhæðarskór, mánaðar og skreyttir með dagblaða áfram. Hugmyndin okkar var svo að láta hlut sem var fundin upp á Viktoríu tímabilinu spila inn í stóran og flottan kjól. Við ákveðum að nota ljósapuruna og þess vegna er kjóllinn litlingur. Eins og vel upplýstur lampi skreytt í klungu, svo erum við með lítið lampaskjál í hárinu sem bindur þetta allt saman. Ferli. Hugmyndin okkar var svo að láta hlut sem var fundur upp á Viktoríu tímabilinu spila inn í stóran og flottan kjól. Við ákváðum að nota ljósapuruna. Innblásturinn á baki hugmyndinni er frá kvikmyndinni Little Women. Hönnunin endurspeglar hvernig unglingar voru klæddir af börnum á tímanum Viktoríu. Kjóllinn eru stífu satin efni. Ruffla, sjalið eru blúnduefni, allt efni við hönnuna var endurinn úr góðheiminum og rauðablöskunum. Afsakið þetta. Var framkvæmdur hugmyndum frá alls konar fólki á Viktoríu tímabilinu. Marie Antoinette var okkar stærsta fyrirmynd í okkar hönnun þar sem við leyfum ferlinu að draga okkur áfram með verkið. Kjóllinn er tekinn saman úr margs konar gardínum og notuðum efnum. Hönnunin er tekinn saman af konungsætt Viktoríu tímabilsins þar sem hún er klædd í kvöldkjól með mjólkurhúð og mikið hár. Hér er Gísla Flóra. Garðala, innblásturinn og hugmyndin Þetta er friður. Innblásturinn kom frá þáttunum Bridgerton og voru leit á netinu. Pilsir eru gömlum gardínum. Efnið sem er á korselefninni er líkur blúndugardínu. Græna efnið sem er á pilsinu er dúkur sem við keyptum og efnið sem er á hönskunum er gamalt blúnduefni og perlur sem við fundum.
Bókin sem kom snemma út á Viktoríutímabilinu og var afar vinsæl og segir frá Láru, ungri konu sem býr í ástæðri Höfn og eftirsótt var af hinni dularfullu Kamillu sem leiðir til flóksins og hættulegra sambands þeirra sem einkennist af bæði ástarþrá og ofbeldisfullri hegðun. Sagan kannar yfirnáttúrulega fyrirbrigða Innblásturinn á hugmyndi fyrir aðalpersónuna fengin úr skáldsögunni The Picture of Dorian Gray eftir Oscar Wilde sem kom út á Viktoríutímanum. Þetta er sem sagt Garðalandur B. Já. Jemen. Innblástur á okkar hönnun kemur frá þáttum Bridgerton. Okkur fannst kjólarnir þar fallegir og í takt við Victorian era. Efni í kjólanum fallegt satín efni eins og hægt var að finna í flestum kjólum af Victorian era. Ermar á kjólnum gömul og endurnýtt efni saman með hattinn sem hún klæðist. Lundur. Innblásturinn á baki hugmyndina kemur að hluta til frá Queen Charlotte í Bridgerton. Hönnunin á kjólnum segir fyrir hvað konan staðsett í lífi. Hún drottning. Drottningin vann fyrir persónulega áfalli en þarf að sýna sig og sjá aðra vegna stöðu sinni. Því hún með grímu, postulínsgrímu sem sterk en viðkvæm og lýsir hennar lífi. Grindin í pylsunni unnin úr rafmagnsröru og gömlum tekka. Kjólinn sjálfur unnin úr blúndum og gömlum borðum. Allt saumað af lífi. Mosin A. Hugmyndin af hönnuninni kom út frá mörgum mismunandi kjólum sem við sameinuðum í einn. Við sóttum innblástur og vanfærdæris og nýttum þau einkenni sem heilluðu okkur. Allur fatnaðurinn saumaður úr endurnýttum efnum sem við fundum í efnavinnslu. Mosin B. Leið og við fréttum af þeman í ár, tókum við strax ákvörðun að búa til klínolíf frá grunnum. Þar sem við fórum allar leiðir og notum rúllaníki úr íþróttageymslu skólans. Við skoðum myndir og listar frá Viktoríutímanum til þess að sækja innblástur af hönnunum. Allur fatnaður saumaður úr gömlum flíkum og endurnýttum efnum sem við leiktum nýtt líf. Innblásturinn fyrir Pegasus frá Smólum. Innblásturinn fyrir þessa hönnun vampíru og trúarlegu klæðar. Einnig var tekið innblástur frá Mana Sama, japanski gítarleikari, úr hljómsveitinni Moindi Moi og fyrirverandi meðhöfund Mali Smitsen. Selir. Perludrottningin gengur út í bjartan sumardag í dökkrauðum og glæsilegum kjól úr endurnýttum efnum. Sólheiminn hvílir í hendi hennar á leiðinni í konunglega garðveislu, þar sem blómur blómstra þegar hún gengur hjá. Setur. Við leitum innblástur í íslenska þjóðbúningnum og Viktorían era við hönnunum. Pilsið með klaufa framan og sauma úr svörtu treyjuefni með undirlag af gulli. Á korsinni skárum við gilt lauf í kríkön og hekluðum blóð sem við blöndum saman með gilt lauf til að skreyta. Hárið uppsett með lokkum og skreytt með hekluðum blóðum og innblásturinn fyrir förðarbútið erast frá Adrian Lima í Viktorían erastíð. Sigyn. Hugmyndin kemur frá áhugaverðum myndum frá Viktoríutímabilinu. Skoða búningahönnun fyrir leikhús og Pinterest-hamsinn. Við erum að vinna með blúndur, bómur og pólíester. Við erum líka að vinna með hluti sem eru til í félagsmiðstöðinni. Korsetti, til dæmis, frætt með silkis. Stjörnulíf. Innblásturinn kemur frá verkmannastéttinni. Efnin eru fjölbreytt og öll endurnýttum eldri flík. Klæðnaðurinn samanstendur af undirkjól, tveimur pilsum, svuntu og skyrtu. Höfuðhettan handheklu, skórnir úr leðri með heklari ól í staðarins og sjalið úr ull, skreytt í hekluðu rósu. Korsettið gegnir einnig lykilhlutverki í heimahönnunni. Kjarnó A. Við notum efni sem við fundum heima og efni sem við fundum á nytjaverkum til að gera fötin. Gríman handgerð úr leir og gömlu priki sem við máluðum. Innblásturinn kemur frá góðsögninni Spring-Heeled Jack sem líkist leðurblöku. Hoppaði á milli byggingar og hrætti líftöfrar og mörgum íbúðum landana á tíma Viktoríudrottningar. Kjarnó B. Kjólinn græn og að hluta til úr blúndu. Hann samsettur úr pilsi sem búið til úr gömlum kjól. Toppurinn úr blúndu og saumaður við pilsi.
Módelið í gömlum leðurskóm frá ömmu sinni, en við skreyttum hælið með perlum og fleiri fíneríum. Innblásturinn fengum við af myndum af Pinterest og úr þáttaseríunni Bridgerton. Hugmyndin okkar byggir á málverkinu The Rose of Heliogabalus eftir Lawrence Alma Tadema, málað árið 1888. Málverkið sjálft af rómverska keisaranum Heliogabalus sem var þekktur fyrir að misnota konur. Í málverkinu eru konur að drukkna í rósum sem tími Viktoríu táknaði grimmd og löngun. Tolkien sjálfur dreif innblástur frá klassískum tólum frá árunum 1888 til 1890. Sæjón, við vildum að kjótur okkar myndi gera Secret Garden vibe með litaþemandi sem við verðum. Við gerum krínolín úr bambussi frá skólanum og undirpilsið var gert endurnýttum lögum. Giftarpilsið gert gömlum gardínum sem við fengum gefins og efstapilsið gert grænu satínefni sem við keyptum. Við endurfættum gamalt korsett með grænu satínefni og gömlum blómagardínum. dansatriði eftir dansarana Mine Hair.
samsvarana við tækniborðið og foreldrar og forráðamenn og fjölskylda geti leyft dómurum að skoða búningana og bíða aðeins með að fá að sjá þá. Það eru smá tæknilegir örðugleikar en dansinn byrjar eftir 2 mínútur.
og hér koma dansandur undir nafninu Mein Herr. I give you the international sensation, Belly Boys! You have to understand the way I am. A tiger is a tiger, not a man. You'll never turn the vinegar to jam. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye. My birthday, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, my hair. Don't dabble on my hair, I wonder why my hair. I always said that I was all over. You mustn't knit your brows, you have no mind now. You every cause to doubt me, my hair. Bye-bye, my hair, because they my hair. I suppose you lose my hair before bye. Jetzt nicht nur mein Hair, will mein Hair. So sing me Merci, my hair. Bye-bye, my lieber Hair, well, my lieber Hair. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I knew that, oh, buddy, you're better off without me. You're better without me. It's my lose my þökkum innilega fyrir. Í kvöld kemur líka hann söngvarinn Elli sem vann söngvakeppni Samfés í fyrra og sýnir afbrigði fyrir okkur. Ég má endilega fara að skoða möppurnar hér fyrir aftan þar sem allir keppnir búin að vinna svo hart í.
söngvarinn Elia Kay sem vann söngvakeppni Samfés 2025. Halló. Mækinn virkar, frábært. It always goes like this. Could have predicted it. I'm so naive to think you loved me. Off stage, you're too old to play this game. Guess you're still growing up at 30. Were you surprised by me when you took me home? When the glamour reduced to skin and bone, I can't even tell who you want to know. I'm a goddess on stage.
aftur til að raða sér upp hérna og koma upp á svið eða félagsmyndslu þeirra verður kölluð upp.
Heyrðu, gefið dómarinn gott klapp sem ætla að koma með ykkur svið. Ég ætla að minna líka á að keppendur eiga að koma ykkur svið ásamt liðinu sínu þegar félagsmiðsnafni eitthvað verður kallaði. Og það verður myndataka fyrir aftan af liðinu sem vinna, þannig býður fyrir aftan. Hæ. Leina að klappa fyrir þessum hóp. Þetta er eitthvað styrka. Ég ætla að byrja á að verðum að fyrir hárið. Þetta hár var mjög hreint. Það var mjög skipulagt. Það var mjög svona góður stíll á því og sem var mjög góður fyrir tímabili sem var að fara hérna. Getum ekki svona tónlisland. Það er félagsmiðstöðin Jemen! Jemen, getum við komið upp á svið, allir hópurinn? Let's go! Og já, eitt annað, hvernig voru að vera þetta átt? Það víst er þeim, heldur við. Þannig að já, kom ykkar, sýnið ykkur aðeins. Já, svo verður þetta myndið fyrir kraftan. Woo! Þið eru aðeins takk fyrir það. Næst er að förðunin og þar aftur, það var, eftir að skoðum bækunar, það gætu við tengt bókina við förðuna og hún skilaði sér algjörlega. Og sú félagsmiðstöð sem vinnur þann titil í ár er, tónstopp, Pegasus Mólin. Endilega komið til svið. Við komum svona fyrir fram og til síðan. Ok, svo er það mappan. Ég er mikill aðdáandi mappana því að þegar ég skoða mappuna þá vil ég skilja nákvæmlega hvað gerist í höfninni sem skiptir rosalega miklu máli. Og hvernig dettur ykkur í huga að búið til kökur hjá þess? Þú veist, þetta er ekkert eðlilega flott. Bara regnhlífin og kistunar og bara hugmyndirnar eru frábærar. Það voru nokkar sem stóðu úr, það var eins við unnið því miður. Og svo mappa var rosalega skýr. Man gætt mjög fljótilega séð hvert horfinu var að fara og lesa allt mjög svona, já, bara mjög skýrt, mjög hreint og vel skipulagt og það var skiptið svo miklu máli með hönnumöppuna. Og félagsmiðstöðin sem vinnur möppuna í ár er Selið. Það er stóra möppa sem stendur á höfninu fyrir þau sem vilja skoða eftir. Meira klapp. Ok, þá erum við komið að hönnuninni sjálfri. Það er mega spennandi. Það er alltaf ógeðslega erfitt að vera konurnar sem eru að dæma úlingana. Það er ekki gaman, við viljum alltaf gefa öllum ykkur verðlaun. En við ætlum að byrja á þriðja sætinu. Og þriðja sætið í ár
lendið hjá Sion eða Sion. Bara baksvið svo. Annað sætið. Ef okkur tónlislátt. Það er Aldan. Aldan, okkur tónlislátt. Þeir kom líka lappa sem að koma sviðið og aðeins. Ok, svo er það fyrsta sætið sem fær þennan fallega farandspíkar. Það er ekki amalegt. Við erum að gefa mjög góða trommur það. Það er félagshlustun Féló! Eitthvað klappi viðbútt. Takk fyrir okkur. Við erum að makka til penna fyrir komuna og já. Og minna myndatöku fyrir sigurvegara hérna fyrir aftan tjaldið.